Eins og oft talað þá tekur það heilt þorp að ala upp barn. En hvað þetta þorp? Þorp vísar til þess að barn þarf meira en bara ást og umhyggju foreldra. Það þarf fjölbreyttan stuðning frá heild samfélagsins til að vaxa og dafna í heilbrigðan og sterkan einstakling. Þetta sérstaklega mikilvægt í nútíma samfélagi þar sem áskorunar í uppeldi eru síbreytilegar og flóknar. Þorpið vísar til þeirrar sínar að allir í samfélaginu, fjölskylda, vinir, kennarar, nágrannar og jafnvel aðrir aðilar eiga þátt í að móta og styðja barnið. Svo virðist sem að þorpin hafi minnkað með tímanum en lausnir komnar í staðinn til að einfalda fólki lífið, til dæmis netverslanir og frístundaheimili. Áður fyrr bjuggu jafnvel fleiri kynslóður inn á sama heimili sem myndaði ákveðið þorp eða fleiri og eldri börn á sama tíma. Staðan ansi breytt. Í dag þorpið okkar fullorðna fólksins komið inn á vinnustæðina og þorp barnanna komið inn í skólana og í frístundir. Samkvæmt viðtali við Ólaf Gretar Gunnarsson, fjölskyldu og hjónabandsráðgjafa í Bítinu haustið 2023 eru foreldrar ungra barna einir að báti í fyrsta sinn í Íslandssögunni. Til að létta á daglegum verkefnum myndu margir foreldrar gjarnan vilja sinna skertu starfshlutfalli en það virðist ekki aðlaðandi fyrir vinnuveitendur að hafa starfsfólk í skertu vinnuhlutfalli. Fyrir utan að slíkt tekjutap í boði fyrir fæsta í dag. Það engin furða að skólarnir okkar séu okkur mikilvæg stofnun. Og þá voru það þriðju staðirnir. Við rættum það stuttlega í þætti 2, en þriðji staðurinn staður fyrir börn, unglinga eða fullorðna sem ekki heimilið, skólinn eða vinnan. Það getur verið bókasafnið, sund, kirkjan eða íþróttafélag. Svo það sem nútíminn býður okkur upp á mun minna þorp en áður og þriðju staðirnir okkar færri eða að minnstakosti höfum við skemmri tíma til að nýta þá. Við þekkjum fólkið í okkar nærumhverfi að jafnaði ekki svo vel. En við eigum ýmislegt inni sem við getum breytt í okkar nærumhverfi til að gera okkur hversdaginn einfaldari. Til dæmis getum við búið okkur til þorp úr götun okkar, skipst á að passa fyrir hvort annað eða skipst á að elda kvöldmat. Þessi þáttur í boði Stafrænnar velferðar og joybox.is. Stafræn velferð heldur fyrirlestra fyrir öll foreldrafélög, bókasöfn, ráðstefnur og íþróttafélög þar sem foreldrar hópast saman. Farðu á stafrænvelferð.is og hafðu samband. Joybox.is gjafavöruverslun með vandaðar fiktvörur fyrir unglinga og fullorðna. Farðu á joybox.is og skoðaðu gleðina. Þorpið og þriðji staðurinn. Þetta eru málefnin sem komu okkur saman. Heyrðu, já, það rétt, ég var búin að gleyma því. Við fórum að tala saman eftir að fréttin af Guðmundalundi kom út. Já. Og ég fór að tjá mig það á samfélagsmiðlum. Og þú hafði samband mig og við fórum að spjalla. Já, þú póstar greininni eða fréttinni inn á Facebook-síðuna þína, kvíðakynslóðin. Já. Og hún sneri náttúrulega að úlingum. Já. Ég á ekki úlinga og það orðið nokkur ár sem ég var úlingur. Og en ég hefði samt áhuga á því, ég myndi gerðan vilja að við byggjum í samfélagi sem myndi halda þetta úlinga. Og ég hef ótrúlega mikið áhuga á því að skapa heilbrigt umhverfi fyrir úlinga, þannig að þau geti einhvern veginn vaxið og dafnað. Algjörlega sammála. Ef við kannski rifjum þessu upp þessa frétt, þá voru nú skipta skoðanir viðbröðin þegar ég var að tjá mig þetta. Já, ég sem ekki sé það. Það voru... Fréttin var sem sagt svo að krakkar voru að hópast saman í Guðmundalundi og voru eitthvað að djáma. Hanga? Já, ég veit ekki. Myndum við ekki segja hanga? Það hafa nú komið bara mjög mismunandi upplýsingar það hvað þið voru að gera það, en jú, þið voru að hanga. Já, en kannski skiptir ekki máli hvað voru að gera hana, út af því að ef það hefði verið einhver góður annar þriðji staður sem þau hefði getað leitað á, þá hefðu kannski bara verið að gera annað. Þannig að hvort sem að það hafi verið vínum hönd eða ekki, en það voru krakkarnir að leita einhverjum stað til þess að hanga saman, til þess að vera úlingar saman, til þess að hitta jafningja. Og ég skil vel kannski að þeir sem reka Guðmundarlund ekkert ánægðir að fólk sé að fara þarna eftir lokun. Já, ef það verið, þú veist, við vitum mitt. En mín skoðun á þessu var rauninni svo hvar eiga þessir úlingar eiginlega að vera og ef þeir megi ekki vera í almenningsgörðum, hvar mega þau þá vera? Heima í tölvunni, Anna-Lífi. Já, í símanum, í herbergi. Já, örugustað. Örugustað til að vera á. Já.
Alveg rétt, akkur söngst þetta ekki? Nei, þetta er ekki sponsorað þáttur Nei, ennþá. við þurfum kannski að heyri þau. En þetta býtur svolítið í mig. Já. Til þess að úlingar geti verið í félagslegum samskiptum sem efla félagslega þroska, það er ágreiningar á milli úlinga, þau þurfa að læra að kljást við ágreininga, jafnvel eitthvað svona vinasambönd og kærustu parasambönd og svona öll þessi tengsl. Já. Þau verða að gerast í persónu og í rauntíma. Þau geta gest á netinu en það... Já, auðvitað. Og ég þekkjum það náttúrulega manna besti fullorðna fólki sem bara, mín samskipti við vinkunur eru bara, senda einhvern grínríls á milli og segja svo bara, við sáumst þetta 12 ár. Nákvæmlega. Kæra vinkuna. En þessi krakkar, mér fannst þessi frétt sína að þau eru að kalla eftir stöðum til þess að fá að vera á. Og á sama tíma, þetta var svona kannski dropin sem vildi mæla hjá mér, er að þeir voru þarna í sumar í Reykjavíkurborg búin að stytta opnunartíma í sundi líka. Alveg rétt, það kom illa við úlinga held ég. Já, af því að það er nú helst úlingar í rauninni finnst mér að sund ætti að vera opið til miðnættis. Já. Fyrir úlinga, alveg eins og þegar opna klukkan 6 fyrir ellilífeyrisþega sem eru mjög duglega að stunda sund sem mjög snemma. Góðu punktur. Það finnst mér að við ættum að gera það fyrir úlingana. En hvernig getum við þá rettað þeim, verið bara að vera með síman í pókum eða hvernig geta þeir neitt? Nei, Jesús. Það var nú annað. Ég man ekki hvaða sundleg það var. En það var einhver sundur sem sett upp sjónvarpsskjá í sundið til þess að hægt var að horfa fótboltaleiki í sundinu. Já, fótboltinn, það má enginn missa. Nei, en það voru allir brjálaðir. Bara er engin staður heilagur fyrir þessu skjái. Ég heyrði eitthvað tíma sem er rétt að pottarnir og náttúrulega sundleganar séu síðasta víið fyrir að fólk sé ekki bara húkandi í vingil, bara tala við engan í kringum sig í símanum. Og síðan var það náttúrulega fréttin fræga frá því fyrra, ef ég man rétt, við körfuboltavöllin í Seljaskóla. Já, hvað var það? Það voru minnu. Já, ég pæla svo mikið í þessu. Fílsminni. Nei, ég bara, það fór svo í taugadrað mér, það svo man ég eftir. Já, af reiðinni. Það var körfuboltavöllur í Seljaskóla. Ég voni sér rétt frá, Seljaskóla. Þar sem úlingar voru að spila tónlist og spila körfubolta á kvöldin. Já. Og nágranninn fóru að kvarta og endanum voru körfuboltaringirnir fjarlægðir. Ég skil. Eftir mikil mótmæli þá voru þeir settir upp aftur. Já. En þetta mér finnst þetta að vera of algengt að fyrstu viðbröðun okkar eru að fjarlægja þriðjustæðina. Þeir eru fyrir, þessi læti í úlingunum. Ég bara fyrir. Úlingar almennt eru fyrir fólki. Það eru skemmtir í herbergi. Þeir eru bara með læti og sóðaskap og fyrirgeðu elsku úlingar sem er að hlusta, ég elska ykkur. En þetta er náttúrulega bara, ef þeir eru með sóðaskap, þetta er náttúrulega bara ég ætla að segja learning curve. Slettu lærdóms vegferð, myndum við segja lærdómsvegferð. Nei, þú veist, að við getum líka, ef við löpum fram hjá úlingu sem er henda rusli til dæmis, við getum alltaf sagt bara eitthvað, eða bara tekið þetta upp. Veist, ég skal hendi þessu fyrir þið vinnur, eða vinnan. Já, en kannski ef þið hefðu bara fleiri staði til að vera á það sem væru kannski einhverjar reglur, en ég veit ekki alveg hver lausnin er. Við þurfum bara að tala um þetta. Já. En ég hef tekið eftir því til dæmis í svona rýmum eins og stigagangurinn í Vallakór, í Egilshöllinni, og í Foldakverfinu þar svona einhver miðstöð þar, eða ekki miðstöð, heldur svona rými. Og ert þú með puttan og púlsi, ertu bara að rúnda og skoða hvað þetta er bara svona staðir sem ég feti tannlagnis og skrifa ekki bókina mína. Já, þar eru úlingar að hanga og jú, þau eru með sóðaskap, ég skal alveg viðurkenna það. Já, en þau eru partur af samfélaginu. Þau eru partur af samfélaginu. Þau verða líka að fá að vera eitthvað staðar. Já. Við erum ekki bara að útskúfa þeim út úr samfélaginu bara þegar þau eru sóðar. Nei, svo sannlega ekki. En það er ekki allir úlingar sóðar, við skulum fyrirgeði. Já. En ég er bara að segja að þau verða að vera eitthvað staðar og þau eru að bara kalla eftir með þessu að fá eitthvað stað til að vera á. Og mér finnst mikilvægt að við svörum því kalli, af því að ef þú tekur alla staðin í burtu fyrir úlingana, þá er bara eitt staður eftir. Já, það eru öryggistæðurinn. Já, í símanum. Í símanum.
sem ekki örugur, náttúrulega. Hann alls ekki örugur. Hann miklu hættulegri en allir aðrir. Já, mísindis fólk sem nýtir sér það hafa samband við á samfélagsmiðlum undir kannski fölskuflaggi. Já. En hvað getum við gert? Sko það sem kom úr þarna þegar þú póstaðir þessari, ef ég íslenska pósta, ef ég þegar þú settir inn greinina þriðjastæðin hann í Guðmundarlundi. Já. Það datt mér í huga að þú veist búið til template fyrir sveitafélagin að fólk í sínu sveitarfélagi geti sendt á eða fólki ólíkum sveitafélagin geti sendt á sitt sveitafélag, bara kannski smá ákall að skoða þessi mál betur, en svo getur vel verið þessi fullt af sveitafélagum sem eru að gera sitt besta, en ég held bara og það er það sem við erum að reyna að gera, við erum bara að reyna að opna samtalið og þetta þarf augljóslega að gera betur. Það þarf að tala um þetta. Það þarf að tala um þetta, það þarf þrýstiafl og allt þetta. En það er líka snýst alltaf um peninga. Sveitafélög, þið megi taka þessu sem formlegu ákalli frá mér að við þurfum fleiri þriðstæði fyrir úlingan okkar. Já, en það væri forvunilegt að fá einhvern tímann í spjall, segi nú bara með beinni útsendingu, einhvern frá félagsmiðstöðum. Já. Bara þeirra viðhorf. Og það er annað, félagsmiðstöðunar. Já. Frábær staðu til að vera á. Já, og ótrúlega mikið starf sem er unnið. En hann er ekki eins mikið opinn á sömurinn, til dæmis. Einmitt. Eða börnin þurfa kannski mest á því við halda. Já. Því það er einmitt á sömurinn þar sem krakkarnir hafa einhvern veginn enga stað til að vera á. Einmitt. Nú heyri ég alltaf bara Brynborg í eyrunum á mér. Verði ykkur að góðu. Einmitt. En svo viljum við líka ræða eins þorpin. Þorpið, akkurat. Það er kannski meira þitt. Já, þetta er svolítið, ég er erfitt að vita hvar á að byrja, en eins og þú sagðir núna við mig áðan að við erum ekki gerð til þess að standa í þessu ein. Já. Og ég hef oft upplifað það, ég er ein með 2 börn að þetta er náttúrulega öðru sér kannski núna þegar eldast en fyrir kannski ári síðan þá var ég kannski og það þekki allir foreldrar, það er bara eitthvað búið að gera mat, eða búið að ákveða aðal spurning dagsins hvað verið matinn, það búið að ákveða hvað verið matinn og það er kannski fiskur og ég ætla að stappa með smjöri og svo bara ég glemdi að kaupa smjöri síðustu búðaferð og þau eru bara krakkarnir að leika eða að gera eitthvað. Ég sé bara fyrir mér að það skjótast í búð ef ég verið ein, ég væri 2 mínútur að keyra hvora leið og 1 mínútur að stökkva inn, ég væri 5 mínútur. En að skópla þeim inn í bíl, láta það setjast, þau vilja gera sjálf, það var svona solid korter sem ég væri bara því að koma okkur inn í bíl, 2 mínútur að keyra og ég bara hef ekki hugmyndaflug í að ímynda mér hvað við værum lengi inn í búðinni, sem ég myndi þetta bara hlaupa inn og skilja eftir en sem ég gera það ekki og svo tilbaka, þannig að þá er bara, breyting á plani, allt í bremsu, það er ekki fiskur, hvað á ég til, hvað ætla ég að gera annað. Þannig að bara, ég sá ekkert grein bara þegar ég var úlingur, konur skrifa þriðju höndina í gamla daga þegar var svona meira sambýli, kannski foreldrarnir byggu, eða foreldrarnir kannski byggu næsta bæ, eða jáfnvel inn að fólki, eða kannski 2 fjölskyldur, eða kynslöð sem byggu saman. Einmitt. Og það er og bara það hafa þriðju höndina bara, getur þú rétt mér hefur upplifað miljón sem sjálf að setja í sófun með barn á brjósti og bara getur þú rétt mér pappír í nefrensli. Já, nákvæmlega, eða bara vasklas eða barni gubbaði út allt. Hefur nætti því? Já, það var allir nætti því. Allt sem ég hafa börn. En ég hef alveg farið úr sokk sko og bara fyrkað hór í buxnaskálmina, þú veist. Allir fattaskapurinn orðin snýtubrif. Ég var ekkert tímann aðeins ótengt þessin, ég var ekkert tímann með börnum mín 1 hálfs og 4 á leikvelli og ætlum bara rétt að skjótast samt svolítið frá heimilinu og eldra barnið ekkert með datt og beit hann í tunguna sér, það bara kom gat, bara hálfa leiðina inn og blóð út allt og hann öskrandi og grét og þessi 1 hálfs náttúrulega grét líka út af því að það var svo mikið læti. Já. Og ég var bara, það var ekkert, ég var ekkert með, þú veist, tissue, ég var ekki með neitt með mér, ég var bara með jakkan minn og ég bara horfði hvað ger ég, hringi ég neyðarlínuna eða og ég gat ekki hlaupið með það heim út af því að ég var bara með 1 kerru og ég gat ekki haldið á hinu, þetta var bara
það var engin leið, þannig ég fór úr sóknum, tróði upp í barnið, ekki einu sinni reynd sókur, við hlægjum að þessi dag við krakkarnir, en hérna, þetta góð saga í dag, en þetta var algjör hvað gerir maður? En hérna, en aftur að þorpinu, þá ótrúlega, og ég hef oft, og ég rætta líka við nágranna og ég, hérna, og það getur vel verið að finna mig eitthvað út úr því, en ég hef oft hort á húsi sem ég bý í, við erum 3 íbúðir, þetta núna eru 5 börn, hérna, sem búa þarna og einhvern tímann 6 í framtíðinni og við erum öll á þessum 3 hæðum, við erum öll að elda kvöldin, við erum öll að redda pössun, við erum öll í sama harkinu að púsla saman öll að, hérna, á þessu vindningaprógrami sem ég myndist einhvern tímann á og það var ótrúlega eðlilegt, ég meina við erum búin að missa þorpið okkar, við erum ekki að búa með kynslunum eins og var kannski gert í gamla daga á Íslandi og það bara ekki jafn mikil nánd á milli, þú veist, foreldrar mín og ég kannski tala eins og ég hafi ekkert bakland, ég hef ótrúlega sterk bakland, það bara ekki í mínum, þú veist, það ekki það sem ég bý, foreldrar mín búið á landi þannig að, hérna þau eru öll að vilja gerð, en ég get bara ekki hringt og sagt, aðeins að skjótast yfir, ég þarf aðeins að hlaupa, ég þarf aðeins að gera og bara vikuinnkaupen, hérna en ég fann að gera þau vikuinnkaupen bara, hérna þá ég bara fann að sprinta í þau á 30 mínútum ég veit að ég get gert þau á 30 mínútum bara frá bílastæð til bílastæðis bara nógu vel skipulagt greinilega. Já, og ég er líka bara hlaupandi með búðinni en þá fara kannski krakkarnir bara í stutta heimsækti vina en það var ekki hægt fyrir bara nokkrum mánuðum síðan þannig að hérna en eins og talaður nágrannara Já, ég ætlaði að fara að koma aftur að því ég fer alltaf svona lúpur en það þekkja margir bara ekki eins og sem næsta nágranna Það alveg rétt, ég alveg bara mér finnst ég hafa dottið í svo mikið lukkupottin, ég alveg frábæra nágranna það er gott Já, og hérna og ég veit að fólki eiga góða nágranna svo eru bara ekkert allir nágranna kannski sumu í sama takt í lífinu þú veist, sumir eru bara ekkert, bara það vill þannig til að við erum öll með lítil börn í þessu húsi og ekkert endilega við, það er ótrúlega sterkur leikur það væri bara Excel-skjal og bara heyrðu, ég elda hérna að 3. dag og 5. dag og hérna og ég ætla að hafa kjötbólur eða þú veist og þá ég veit þetta krefst undirbúnings að sko þú veist erum við með einhverja hérna matarsérþarfir erum við með sérstætt matar og þá kannski bara hægt að mæta þeim þú veist hérna í þessi skipti það sem er elda saman en svo líka sko ég veit að eins og ég kann ótrúlega vel að meta tíman bara við kvöldverðarborðið bara ég með börnin út af því að þá erum við að tala daginn og ég vil kannski ekki alltaf vera með hérna hver 8 öðrum manneskum en það væri samt stundum gaman af því að þú veist, þetta er líka þessi félagslega tengsl sem þú varst að tala um daginn bara horfi í augun og tala við fullorðin og allt það, en þannig að við gætum það er líka þetta útfyrað bara við komum bara með box, sækjum okkur mat og svo förum við bara niður og borðum matinn okkar og fram á kvöldmat var ég kannski bara laga til að leika við börnin í staðin fyrir að standa yfir pottunum Einmitt, eða bara meðan þú ert að elda að þá kannski gætu börnin kíkt yfir Akkurat Já. Eða vera að leika við hinn börnin eða bara einhver samhjálp að einhverju leiti og líka sko þetta þyrfti náttúrulega líka undirbúning út af því að við gætum ekkert kannski það er aðeins að koma núna með elstu börnin en til þess að passa fyrir hvort annað í hálftíma með einhver skreppur þarf alveg einhverja forvinnu að bara allir þekki hina. Já, eitthvað traust. Eitthvað traust, já, akkurat. Þannig ég veit að svona gerist ekki unni nóttu, en þetta er sko eitthvað sem gæti verið bara nútíma þorpið. Að þú veist, fyrst að við búum ekki nálægt fjölskyldunum okkar, svona öllu jöfnu. Já. Við kaupum bara það sem fastegna verið viðráðanlegt. Nei, og það sem, þú veist, það sem bara okkar lífi er, eins og ég bara í Kópavogi og foreldrar mín út á landi. Þannig að Já, þannig maður verður bara kannski að sníða sér stakk eftir vexti og búa það til í kringum sem maður þarf að halda bara til að gera lífið bærilegt. Já, en líka ef maður hugsa bara aðeins álagið á foreldra, sérstaklega mæður. Að við erum flestar að vinna, fulla vinnu og síðan erum við með börn og síðan allt hitt. Þriðjuvaktin eftir að tala um hana. Já, ég meina, fyrsta, aðra og þriðja. Já, hún er svo ósýnileg það er bara eitthvað alltaf í símanum Já, en síðan áriði sem kemur í dag út frá tölum aðeins þriðjuvaktina Já, tölum aðeins hana Sko ég er svolítið á því, ég finnst að við kannski búin að vera
gelta á vitlaust tré þegar kemur að þriðju vaktina því að Hvað séru, gert? gelta á vitlaust tré Gelta á vitlaust tré, já. Já, góður íslensku. Góður íslensku, takk. að ég er svo heppin að vera vel gift og maðurinn minn er frábær og hann tekur fullan þátt í þriðju vaktinni, myndi ég segja. En álagið er samt rosalega mikið er að þurfi til dæmis að vera með mörg fyrir þessi börn. Ég meinur kringum frístundur og svoleiðis. Já, ég bara það svo rosalega mikið rafrænt áreiti líka. Já, kringum börnin. Kringum börnin, það eru föstudagspóstarnir. Ég er með mentor Karellen og Völu í símanum mínum og XPS og Sportable. Og þetta er XPS. Það er eitthvað til að eitthvað svona frístunda íþrótta dæmi fyrir börn. Það er allt í sikkurum uppunum fyrir það að ég já, bara þetta er svo mikil það verður svo mikil spam-póstur að maður liggur við, að maður rennir bara stutt yfir þetta oft og maður veit ekkert endilega hvað stóð þarna. Þetta verður bara svo mikið áreiti að mér finnst það vera hluti að þriðju vaktinni. Það er starfslösa rafræna áreiti. Já, og eitthvað sem maður verður að bregðast við. Við erum ekki að tala bara eitthvað Snapchat að pinga. Þetta er áreiti sem maður þarf að vera með á nótunum. Verður að sinna, já. Fyrir það, ert þú með börn í grunnskóla, eða ekki? Já, 1. Skilur eitthvað þessar engunir í mentor? Sko, minn er í svona engareiknum. Nú, ok. Ég kíki ekki nei, ég kíki ekki á engan. Ok, í reynskilni þá veit ég bara ekkert hvað er í gangi að finna á mentor, sko. Nei, ég held að ég bara vill að barninu mínu líði vel og kunna lesa, eða þú veist, þetta hann er að byrja. Þannig að nei, þetta er kannski svolítið nýtt. Ég held, já, hann er í 3. bekk samt, en Nú, ok, já. Ég held að ég hefði kannski bara nóga minni könnu, eða ég veit ekki akkur ég hef ekki sett mig inn í þetta, en ég held að ég sé bara 3. bollin minn er fullur. Já, nákvæmlega. Þannig að ég er svona, já, þetta er bara, en svona er það bara, maður verður bara velja að hafna, en nú eru kannski einhvern neykslegar og ég kannski bara sjálfur mér að hafa ekki verið með þetta hreinu. Nei, má ég koma annað dæmi? Já. Að þriðju vaktar, svona bulli. Já. Ok, ég ætla að þess að fara aðeins að rakka Reykjavík hérna. Er að núna, að því að það eru vetrafrí hjá grunnskólum og þá eru sett vetrafrí í leikskólum í Reykjavík líka á sama tíma nema til þess að sleppa vetrafrínu í leikskólum af því að til dæmis ég er ekki að fara í vetrafrí með börn mín þá að þá þarf það að prenta út blað og fylla það út sérstaklega að sækja að barni sé að fara að mæta á þessum tíma. Já, ég skil. Og reyndar þegar allir eru svo brjálar út af þessu með pappirinn, sko, þannig að þú getur gert það núna á rafræn, bara PDF en þú ætti að senda það samt e-mail og sækjum það sérstaklega að barnið sé að fara að mæta þessum tíma því að við þurfum að vinna og þetta verður þannig fyrir öll frí ef ég man rétt. Hefur þetta alltaf verið svona? Nei, þetta er nýtt, þetta var bara að gerast núna og þetta er bara einn hlutur sem maður þarf að muna að gera, að fylla út þetta blað að barnið sé að fara að mæta á þessum tíma og ef þú gleymir í þá verður barnið sendt heim og þó þú takir vetrafrí eða ekki og hvort þessi sendt heim eða ekki þá þarftu samt að borga fyrir vistununa. Já. Mér finnst þetta að vera svona algjört auka flækjustig í lífi foreldra. Já, ég er rosa þakklátt, mér finnst eins og skólinn okkar talar bara það, við vitum að foreldrar hafa nógu svona könnu og þau eru bara að reyna að einfalda lífið eins og hægt er, bara eins og í desember það er aldrei eitthvað svona sparinesti eða eitthvað svona sérstakt, það er bara eitthvað guðlidaga, við tökum boltan, gerir þið það sem þið þurfa að gera og þú veist, það er eitt sparifitadagur í janúar, það er alltaf í yfirstæðið. En þau eru mjög meðvituð hvað veist, það er allir að kapna á álægi. Ég skil samt alveg hugsun, þetta er búinlega skemmtilegt og fallegt. En þetta bara verður það aldrei út, þetta er svo mikið stress heima. Ég man aldrei hvaða litadagur er, sko. Það er alltaf eitthvað litadagur. Svo á maður ekki fötin í þessum litið og maður er bara, hvað á ég að gera? Já, en þetta er álæg. Þetta er auka álæg á þriðju vaktina og við erum ekki með þorpastandi, við erum bara... Já, við erum oft bara 1 eða 2 standi þessu. Já, með fulla vinnu og svo er hérna úlfatíminn frá 4 til 8 og maður reyna að blanda þessu inn í og bara alls ekki gleyma að senda
inn þetta miðall verður að mæta í leikskólan á vetrarfríinu Já, maður verður alltaf að taka þetta bara á sínum einn frítíma sem eftir bara börnin sofna og þá, ætti maður í rauninu bara að vera að sinna sjálfum sér en þá byrjar bara, ok, hvað fyrirfram, hvað morgun, hvað þarf ég að undirbúa, ég lifi svolítið í bara kalendar í dagatalinu mínum. Já, ég líka, ég mjög háð kalendarinu. Dagatalinu, fyrir ekki, sleppur klukkan. En náttúrulega, appið náttúrulega heitir það, en já, þú veist, maður er alltaf að undirbúa, alltaf að preppa, fara annarkvort daginn á morgun eða, veist, hvað þarf ég að græja fyrir næstu viku eða eitthvað. Þannig að það er svolítið álag, eins og þetta allt sem hann en það væri ótrúlega gaman að búa til meiri umræði í samfélaginu við erum búin að missa þorpið, við erum að kapna álagi, hvernig getum við fengið þorpið okkur aftur bara í einhverju mynd sem henta nútímanum og einmitt líka, hvernig getum við búið til staði, þriðja staðin fyrir úlinga til þess að vera úlingar á öðrugum stað það er bara meiri samheldni í samfélaginu við erum alltaf einangrast svo mikið við erum öll að reyna að berja við sama bardagan ein það miklu auðveldar að gera það saman já, akkurat en ert þú með eitthvað svona þriðju staði sem þú ert að reyna að kíkja á ég náttúrulega ekki sérfræðingur í þriðjustöðun þú kendi mér þá, þannig að ég ætla að spyrja þig já, kannski hugtæki, en þú skilur hvað það þýðir já, svo sannlega við notum sundið svolítið mikið já ég er svo mikið að gera í því núna þegar ég fyrir sund að tala í heitapottinu og vera ekki bara góðan daginn fólki það ekki alveg fáralega nei, svo er bara ekki peppi stemming sérstaklega eldra fólkinu já, eldra fólki held ég en ég upplifi svona fólk á okkar aldri við erum með milli 30 og 40 kæru hlustendur mér finnst fólk á okkar aldrei finnast það vandræðalegt það er misjafnt sko síðan, en eldra fólk er bara síðan eru einhverjir í heitapottinum að því að þetta er svolítið þétt samfélag ég er í Gráinum það er svona stemmari þar og þá er yngra fólki líka fara, kannski sem búið að vera alltaf í Gráinum fara að taka þátt líka en þetta er ekki döðveld sko. Nei, guð ég þarf alveg að brjóta mig úr skilinni til að fara hérna Ertu smóltakkari að svona guðsnáð? Smóltakkari? Já, ég held það Þegar ég borgi slettu krökkuna Herjá Hvað segir maður á íslensku? Smáhjál, nei En hérna, ertu góð í að smáhjala? Já, ég veit það ekki, kannski þyrfti aðra að segja til það, en ég geri það mikið. Já. Hérna... En fyrir ekki, þú varst að tala sundið, já, það sem ég ætlaði sérst að segja var, ég mundi bara allt inn eftir því, ég sérst var upp í Grafarholti í mörg ár og svo opnaði Dalslaug, með minn hún heiti það. Þetta er mjög óundibúið núna sem ég er að fara að segja og hérna, mér var svo nótald að fara bara beint eftir leikskóla, krakkarnir þreytt, eða þú veist úlfatíminn alveg að detta inn og fórum bara beint í sund og það var bókasafn á sama stað það er það sem, þannig að þetta var rosalega langur tími og ég var alltaf bara með náttfötin bara eins og einhver ofurmamma ég var alveg tilbúin í þetta þannig við byrjuðum ofta á að, þú veist, skoða bækur og svo, þú veist, voru allir komin með nóg þannig að við fórum í sund svo fannst mér eðlilegt framhald að geta keypt grjónogrið handaðum af því þú veist, það er sko skólamötunetið er í sömu byggingu það er bara þarna niðri og mér fannst eins og við ættum að geta keypt afgangin af skólakrökkunum yfir daginn bara einhverja litla rétti og var það ekki hægt? Sko, ef ég hefði búið hérna áfram þá hefði ég örugglega búið til einhver herferð að bjóða okkur fóreldrunum upp að þetta. Svo mikil herferð var kona. Já, þannig að út af því að svo kom ég heim eftir sko leikskóla, bókasafn, sund, allir, þú veist, þreyttir, nýbaðar, komin í náttfötin. Það er best. Já, þá þurfti ég bara að fara að hugsa kvöldmat. Já, einmitt. Þannig að það er, þú veist, hentaði ekki. Við gerum stundum að við komum heim og það er mesti úlfatíminn, borða klukkan 6 og fyrir svo beint í sund. Já, það er mitt alveg næs. Svo koma það þreytt og reyn heim og bara beint í rúna. Já, kannski eitt banana með mér í sundi. Já, mér finnst bara svo notelt að þurfi ekki að fara heim, allir upp eitthvað og svo aftur út eitthvað, nú förum við í sund, þú veist, mér var svo næs að hafa svona samfellu. En já, það er líka mjög notelt að fara. Mér finnst svolítið svona nostalgíst að fara eftir kvöldmat, orðið myrkur, það er kalt og svona, gufan. En bókasöfnin, mér finnst að við erum bara ekki nótið að stunda þau. Eða er það bara ég? Sko, ég var rosa dugleg þegar ég var í barneignarleyfi með eldra barnið mitt
og þá fannst mér svolítið merkilegt þá uppgötaði ég svolítið bókasafn upp á nýtt. Þið eru mjög duglega með svona foreldradaga Já, foreldrahittinga. og mér fannst það svolítið merkilegt. Ég held að bókasafn þegar ég var unglingur að þau væru bara á leiðin að fara að loka eitt af öðru, svona svo pósthúsin. Ég vona ekki. Nei, svo tóku þau sér bara stöðu í samfélaginu að vera þriði staðurinn, held ég. Einmitt. Að þú veist, þau ákveða snúast ekki bara bækur, þau eru reynda með bækur, vill til, en þau eru bara með svo, þú veist, þau eru svona ívenda viðburða staður fyrir svona dagviðburði. Já, þið eru heyrt alls konar fyrirlestra, það eru leiksvæði fyrir börnin, það er kaffi aðstæða. Og mér finnst mjög skemmtilegt hvernig bókasafnin ákvað bara að taka sér þessa stöðu. Já, ég keypti mig bókasafnskort núna í sumar. Okay. Ég er búin að fara einu sinni á bókasafni síðan. Já, ég meina byrjunin. Já. Já. En ég er að fara aftur það næstu helgi. Það voru búin að ákveða að hittast hópur í bókasafninu. Já. Og í staðin vera að leggja eitt heimili í rúst, við leggjum bara bókasafni í rúst. Já, það er betra heldur en heimilið. En ég ætla að spyrja það, svo fyrir við stundum í skóarferðir. Er það þriðistæðurinn? Það náttúrulega enginn þar. Nei, ef það enginn þar, þá myndi ég ekki kalla það þriðastæðin. En það er staður sem við nýtum okkur rosa mikið. Það sem líka einkennir þriðistæðina er að það eiga sér til staðar samtöl á milli ólíks fólks. Þannig að ef þú ert að fara hittinga þar sem þú ert að hitta bara fólk sem hugsar alveg eins og þú og lætur alveg eins og þú og hefur nákvæmlega sem áhugað þú, þá er þetta ekki alveg þriði staðurinn, þá er þetta bara vinahittingur. Þriði staðurinn er þegar, þú veist, ok, Jón klikkaði gaurinn úr þorpinu, hann má líka mæta og hann tala líka og ok, hlust á hann, en hann er alveg jafn mikið hluta þessu þorpi eins og hver annar. Já, einmitt. En maður er svo sem, þú veist, bara eins og róluvöllum, þú veist, þá hittir maður alveg fólk í skógi stundum. Já. Ekki mikið kannski. Það skil líka vera að hitta svona sama fólki, eða svona úr nærumhverfinu, þannig þið verðan að þekkja andlitin. Já, ég hugsa að það myndi ekki gerast í okkar skógarferðum. Nei, mikilvægast ekki. Nei. En hvað er meira? En já, ég með þorpið, sko. Ég bara langar svo að sjá meiri samhælni í samfélaginu. Ég heyrði að, sko, þetta er ekki áreiðanlega heimildir, en mér var sagt af einhverju blokk sem var að skiptast á að elda. Já, er það? Já. Og ég held að það hafi komið í einhverjum þætti, hvort það var landin eða... Já, er það? Mætti gjarnan senda okkur ábendingu og getum fengið þetta fólk bara inn á sett til okkar. Já. Ef þið vitið hver þetta eru, þá heyrið þeim og byggðið þeim að hafa samband við okkur. Já, mér finnst það mjög forvitnilegt. Því þetta er alveg þetta er svona, eins og ég talaði með hana, það krefst smá undirbúnings. Já. Að bara alltaf mæta sérþörfum og svoleiðis, hann allir getur borðað. Og hvort ætlum við að setjast niður bara átta saman eða ætlum við bara að ná í box og vera bara ok bless, ég þarf bara minn tíma núna. Já. Eða blöndaði báðu. Ég var rosa mikið til í að taka þátt í og sjá bara í praxis, gera þáttöku aðtögun að hætta mannfræðings. Já, ég skilda með matinn, ég er svolítið mikið bara samt fyrir að elda heima, ég elska að elda sko og já, svona bara krakka miklu gikkir og svona. Því sem meira leitast eftir því að kannski bara vera vinur nágranna minna, þekkja það með nafni. Geta fengið lána paprikaduft eins og ég fekk daginn. Já, ég fekk lána eggrændar, já. Ég sagði það aðan. En líka bara, það er bara næstu nágranni sko, en síðan eru heil gata og ég þekki þetta fólk bara ekki neitt. Nei, einmitt. Eru götugrillin hætt á sumrin? Eða eru bara sumrin hætt hjá okkur? Shout out til Sléttuklukka. Maður minn er alveg frábæri þessu sko. Hann er núna búin að vera að halda götugrill í göttun okkar síðastliðin ár. Svo reynda gatan ekki haldið það í sumar af því að hann fekk svo illa í bakið. Sko hann. En þetta er ekkert frá mér. Þetta er bara hann að vera rosalega peppaður í að halda göttugrill. Eru þið með einhver Facebook síðu fyrir göttuna eða bara út með það? Við byggum til Facebook síðu og auðlistum hana á miðum og settum það í öll ánægð með ykkur. Öll póstólfin eða þannig innum alla lúðnar og það mætti ekki allir en svo mættu fleiri næsta ár og við erum búin að gera það tvisa núna, við þurfum að gera það aftur á næsta ári. En þetta er sko, ég er svona eins mikið og ég er að tala sko að vilja þekka nágranna mína.
þá er ég samt ekki að nenna þessu eða þú veist, þegar kemur að þessu, ég er svo upptekinn sjálf og ég er alveg bara, og hann er rosalega peppaður. Anna-Leifi er ekki peppu fyrir þessu. Eða ég er alveg til að mæta, ég nefnir já. bara ekki að plana þetta, ég er svo mikið að gera, ég er alveg að draugna. Já. En hann er til í það og þá er ég ég er með, skilur, og vel gert ástu mín og þú duglegur. Rosalega ánægð með hann að metna frá honum, en hérna... Við erum líka með Facebook síðu, það er rosa, ég hef oft fengið Ég fengið á Facebook-síðinu, þetta er ekki stór gata sem ég bý í, en ég fengið svona sirpur frá einhverjum sem er hættur að nota þær, vakti geggjaða lukku heima, vinnuljós hefur fengið lána 2 sinnum og ég bara fengið fullt. Já, kannski er þetta bara... Verkjalif í miklum veikindum. Er það? Já, paprikuduft. Æ, hvað ég feina að heyra þetta. Er þetta allt í sama húsnæði? Nei, þetta er bara gatan. Bara í götunni? Bara í götunni, já. Kannski er bara miklu meira þorp en ég tel vera. Sko ég upplifa alveg smá þorp þar. Já, þetta er að detta þegar börnum mín er að vera sjálfstæðri og eiga vini og ég get skotist í búðin og keypt fyrir vikuna meðan þau eru í heimsókn. Já. Þannig ég upplifi alltaf meira og meira sko, já, þessa þorpstemmingu. Já. Já, ég náttúrulega þekki ekkert alla hana. En ég myndi gærna vilja þekka alla. Já. En já, ég er mjög lukkuleg með þessa götu. En er það ekki? Það ætti að hafa áhrif á fasteignaverð. Einu fasteignaauglýsingunni. Þetta er basically þorp. Já. Þetta er 700.000 krónur aukalega. Ok, mér langar að tala annan þriðastað. Ok. Sem er svolítið nýtt á nálinni fyrir mér. Og það er kirkjan. Hefur alltaf verið trúið? Nei. Ég skráði mig úr kirkjunni bara beint eftir fermingu, sko. Ok, bara gjafir takk og svo er ég farin. Ég veit ekki hvað gerðist, ég var bara eitthvað þvílík mótmældi, þetta var svolítið grilla, maður var í fermingafræðslu hvað í hádeginu og svo fór maður beint í náttúrufræðatíma og maður bara svona leggja 2 og 2 saman og bara þetta er eitthvað ekki fyrir mig eitthvað, og var alveg bara grjóthörð þessu bara, að ég ætlaði sko bara ekki að vera kristin. En þú ert gift í dag, eða ekki? Jú, ég er gift. En við giftum okkur bara með siðmennt og nefndum bæði börnin siðmennt. Já, einmitt. En ég veit ekki hvað gerðist, það var svona nýlegt, það var bara svona, það hefði þessi leita þorpinu, leita samheldninni og þriðastæðanum og þessi vegferð sem ég er búin að vera á skjálösa vegferð, að reyna að minnka skjáttíma líka fyrir börnin mín og mér sjálfa og hafa meiri samtöl og líka kannski bara hitta fleiri ólíka hópa fólki, ekki bara fólk sem ég þekki og er sammála einu og öllu, heldur að víkka sjóndeildarhringi svolítið. Já, skapa samtöl og svona. Já, og síðan gerðist það að maðurinn minn misti afa sinn. Og sonur minn yngri, hann tók því svolítið illa. Eða hann fannst það mjög skrítið, hann hafði mikið af spurningum. Þannig að við ákveðum að kíkja í sundarskóla. Já. Og fá að tala við prest. Já. Og hann gæti spurt alls konar spurningar kistuna, jarðaföruna, þú veist, hann átt svolítið erfitt með að skilja að þú farið ekkert nýjan afa eða þú missir afaðinn og svona. Já, þetta er rosa erfitt konsept. Já, og sama tíma þá þarna voru þessi hræðilega atvik þarna í Grafarvoginum þar sem þessi stelpa dó. Við skulum ekki fara nánar í það, en það var bara alveg ótrúlega sorglegt. Og þannig að við mætum þarna 2 sunnudaga í röð til að tala við prestinn í messu sundarskóla. Já. Og það var svo fallegt og var svo mikið samheldni. Ég var búin að hugsa þetta lengi, ég var búin að hugsa þetta í svona ár. Já. Og ég var búin að spurja vini og vinkonur sem ég vissa væri trúið út í þeirra trú og ég fann mikla öfund. Já. Ég fann öfund fyrir því að þau mættu vera trúið. Já, þú upplegir ekki rými til þess að vera trúið. Nei, ég veit ekki þeim. Ég finna fyrir fordómi og gagnvart trú. Já. Mér finnst vera ef þú ert trúið þá ertu flokkar sem einhvers konar, ég veit ekki, einhvers konar önnur manneskja. Já, kannski og hafa ekki skynnsemin á vopni, eða þú veist, eða vísindahyggju, eitthvað svo leiðis. Já, maður heyri bara eitthvað svona, einhver öfga trúar manneskja, eða eitthvað svona, skilur hvað ég við. En ég er nú kannski bara að opna mig svolítið mikið hérna, en ég er bara svolítið feimin við það að vera eitthvað að mæta kirkju, en ég fekk svo mikla
samheldni og hérna mér fannst bara einhvern veginn þeir sem voru að mæta þarna voru bara að koma hana saman og halda þetta hvort annað og svona erfiðum tímum og hérna síðan hafa þið verið að halda svona fjölskyldu kvöld þar sem þið bara elda kvöldmatt og maður mætir og það er bara föndur og kvöldmattur og ótrúlega huggulegt en indælt. Þannig að það er bara búið að Þetta er svolítið það sem ég var að biðja dalslögum að gera sem kirkjan þín gera fyrir þig. Einmitt, ég er bara búin að mæta eitt svoleiðiskvöld, ég er ekki búin að stunda þetta grimt sko, en ég er búin að vera svona að kíkja í þetta og ég man bara veist, að það vantar þetta þorp, það vantar að þetta utanumhald og ég get bara, ef ég þarf að tala við eitthvað að því að mann líður eitthvað illa þá get ég ekkert vera að borga hérna 25 skall á tíman fyrir sálfræðiþjónustu þú veist, það er ekki hægt og þú veist, jú, maður á vin og ættingja en stundum þarf maður kannski bara að fá eitthvað svona utan að koma til með bara svona góð ráð ráðleggingar sem svona já, bara ráðleggingar sem hérna eru með annars sjónarsvið eða sjónarhorn. Já, og það er líka bara svo gott að tala út hluti ef maður það veist. Og eða kannski líka bara setja þetta að hlusta. Já, fá eitthvað til að hlusta. Eða þú veist, hlusta á messuna. Já, þú meina það. Það er ótrúlega það er róandi. Já, það er ótrúlega fallega hlutir sagðir í messunni og þetta snýst allt kærleika og frið og vera góð við náungan og hugsa hvort annað. Og þetta er kannski bara það sem ég vantaði þegar þetta var allt saman í gangi. Já, einmitt. Sem þorpið er það já, ekki? Já, jú, örugglega, þú veist að hluta til sko bæði aðstóð og náungakærleikur. Já, ég meina að við erum öll hérna í samfélagi alltaf að vinna rosalega mikið og gera allt til að gefa og svo þegar eitthvað, þú veist, bjátar á þá viljum við líka þessi haldu utanum hann, það ekki? Jú. Og svo þetta þorp, það er kannski bara svona aðeins nær, það er ekki eingöngu, það er ekki allt samfélagið, það er ekki allt landið, það er svona aðeins nærmanni. Já, akkurat. En hvað finnst þér? Já, þetta er náttúrulega bara nýtt fyrir mér, ég hef aldrei verið partur af þess svona samfélagi. Ég er náttúrulega fór alveg messur, þú veist, í kringum ferminguna og kannski þegar ég var bara að krakki með að hafa ásleis, þannig að fyrir mér er þetta líka alveg svona hugmyndin af þessu er svolítið nostalgísk og notaleg. Þannig að við þurfum að keyra svolítið sveit, kannski í snjó eða eitthvað til þess að fara í messu. Já. Amma í pels og þetta er allt svona hangir allt samar þannig ég er svona, þegar þú ert að tala þetta, þá upplifi ég alveg hvað þetta er örugglega notalegt. Huggandi, en það kemur alveg óvart hvað er mikið starfi í kringum þetta. Ég hef ekki kynnt mér það. Já, við bara, ekki það að fólk má trúa því sem það vill, en ég bara mælu með að fólk kynni sig kannski það sem er í gangi, ekki bara í þeirra kirkjum, heldur líka bara í bókasöfnunum í kring og á þessum þriðju stöðum sem eru í kringu þeim, að það eru kannski er meira í gangi en maður bara endilega fattar. Já, algjörlega og kannski mamma hefur líka verið bara duglegri við að fara út, þú veist, maður oft kannski úrvinda eftir daginn og vill bara vera heima hjá sér. En svo er það kannski annar vingill að við erum bara öll úrvinda. Já. Að það er allir að vinna hérna sikkur á 100% vinnuna og reka heimilið og, þú veist, reyna að sinna sjálfum sér sem er engin tími fyrir. Nei. Það eru kannski bara allir úrvinda og það er kannski bara ástæðan okkur að við erum ekki að mæta í þess að Já, ég held það, veist, ef ég væri til dæmis komin heim bara segjum 2-3 auðvitað ef maður hefði bara tíma, veist, oft byrjaði að vinna elda klukkan 5-6 þá hefði við náttúrulega bara alveg 4 tíma, kannski 3-4 tíma bara til að dandalast, veist, fara á þess að 3 staði og þannig að mér finnst það ekkert með einn svona einfaldara að sinna svoleiðis verkefnum eða væri lengri tími á milli kvöldmatar og vinnu. Já, mér finnst líka bara eitthvað svo sásakafullt að þetta eru bara eitthvað í rúmið 3 klukkutíma sem ég er með börnunum mínum. Já. Kannski 4 með mótnunum á dag. Já, það er það. Mér finnst það rosalega lítið. Já, akkurat. Ég væri til að hafa það meira. Ég var líka til að hafa það meira. Já. Já, en þetta var nú létt spjall þriðastæðin og þorpið sem við viljum skapa umræðu. Takk fyrir að hlusta. Já, takk fyrir.